Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og nú hef ég fengið hérna kollegum mína á stöðinni, hana Rakel Hinriksdóttur, til að segja mér og að segja okkur og sína þessa fallegu bók sem hún var að gefa út sem heitir Aðstandandi. Velkomin Rakel. Takk. Þetta er ótrúlega falleg bók sem að þú hefur bara gert alveg sjálf, frá A til Ö, bæði myndir og ljóð. Já. Ég kalla það sko frásögn í ljóðrænum texta því ég vil ekki að fólk fari að leita sig ykkur stuðlum og höfustöfum og svona vegna þess að þetta er eiginlega meira tjáning í texta heldur en kannski einhvert bundið mál. Skulum ekki tala það ljóð, heldur. Nei, ég kalla þetta ljóðrænan texta. Það var ég búin að... En óbúslega er þetta falleg bók og til hamingju með hana. Takk. Viltu segja okkur aðeins tildrögin eða svona, hvað býr að baki? Sko, bókin í rauninni fjallar það er hana tími sem að, ef við skulum byrja. Ég sem sagt er alin uppi á ömmu mínu afa á Laugum í Reykjadal og þau voru ofsalega listrænt fólk, bæði tvö og ég bara einhvern veginn alin upp við það að vera alltaf föndrandi, teiknandi, litandi, málandi, bara allt saman og þau kenndu mér alltaf að ef mér leið illa að skrifa niður, skrifa það einhvers staðar, þú ræður hvort þú hendir því að gera eitthvað við það eða en bara alltaf, ég hef ekki alltaf unnið þannig ef það er eitthvað sem er að hrjá mig og svo sem sagt greinist amma mín með krabbamein og afi minn var sem sagt, hann dó krabbamein í 2013 það var allt mjög erfitt en þá var ég einhvern veginn ekki kannski alveg komið með þroskan í að svona einbeita mér að ég að koma því frá mér og svo veikist hún hann 3 árum seinna 2016 og það er nefnilega svo skætt krabbamein sem hún fær. Það er í brisi og það er einhvern veginn strax sagt bara, þú veist, við getum reynt að gefa einhverja töflur en þú veist, það er ekki mikið eftir. Og það tók í rauninni bara 3 mánuði frá því hún greinist og frá því hún dó, eða til þess að hún dó semst. Og þessi tími, ég bjó semst í Kaupmannahöfn á þessum tíma og ég semst bara dríf mig heim og tek strákinn minn með sem var þá rúmlega 2 ára. Maðurinn minn var semst í námi í Kaupmannahöfn og ég kem heim og er bara og við bara flytjum inn þarna til hennar og erum þarna á samt sem sagt dætrum hennar 2, mömmu minni og systur hennar og þetta er svona svolítið erfið tími augljóslega það er ýmislegt sem að bara fylgir því að fylgja einhverju svona mannesku sem hefur verið með manni frá degi 1 Síðasta spölin. Já, síðasta spölin. Það er bara ofsalega margar tilfinningar sem að fylgja því og ég upplifði mig rosalega mikið sem einhverjar næstu 2 manneskjur á þessum tíma, semst aðstandandinn og svo ég sjálf. Og því maður þarf líka að vera til staðar og þetta er svona kannski svolítið sagan af því og þarna nýti ég með þessa tækni sem að ég hef einhvern veginn tilengað mér hægt og rólega í gegnum tíðina að tjá mig myndrænt eða í orðum og skrifa svona litla skissubók á þessum tíma og krassamyndir og svona og þetta er svo í rauninni unnið upp úr því bara hægt og rólega eftir á og einhvern veginn átti þetta aldrei að verða neitt nema bara fyrir sjálfa mig en svo þróaðist það nú út í það að ég fekk svona hvatningu hér og þar að það gæti kannski einhverju aðrir geta nýtt sér þetta. Já, gagn af því að sjá af því að þetta er nú eitthvað sem að ansi margir þurfa að gangi gegnum að horfa upp á einhvern náinn berjast við krabbamein og jafnvel bara það þarf ekki endilega að vera sjúkdómur, bara þú veist að missa foreldri. Það er alveg held ég sama nákvæmlega hvernig það fer fram, það er bara alltaf erfitt. Bara til að aðeins að gefa hlustendum eða áhorfendum hugmyndum, hér er falleg mynd af svona ketti, maður greinir kött sko, má ég lesa? Þú mátt. Það eiga stutt eftir, fylgdi þér eins og svartur köttur, hann beið þess að hlaupa í veg fyrir þig. Ótrúlega magnað. Og þetta er ljóð í mínum huga. Já, það má alveg kalla þetta. Ég er bara fríða með ábyrgð með því að... En eins og þú sagðir með áðan krabbameinsfélagi, þú leitaðir þangað. Já, ég sem sagt, þegar við flytjum aftur út til Kaupmannahafnar, þá er bara alveg heilmikið að því maður setur einhvern veginn alltaf í skúffu á þessum tíma. Akkúrat.
maður bara maður að reyna að vera ekki eitthvað til trafala, þú veist, maður bara að reyna að vera til staðar, þannig að maður hendur öll í skúfu og ég var náttúrulega líka að vera móðir, ég átti bara 2 ára barn hana sem ég var bara með mér allan tíman, þannig að, já, það var einhvern veginn ekkert rými fyrir eitthvað úrvinnslu. Já, akkurat, þannig að það fór alltaf í skúfu og svo, sem sagt, eftir ég kem hann út, þá bara fljótlega þá finn ég bara, þú veist, að þetta bara ekki að ganga, þú veist, ég var bara einhvern veginn, já, ég vissi bara ekki hvernig ég ætti að gera þetta og þannig að ég ákvað bara að tékka á svona krabbameinsfélagi og það var semst krabbameinsfélagi þarna og ég bara einhvern veginn dúkkaði bara upp þetta, ég vissi ekki hvað ég ætti að gera, bara svona ég sem sagt, já, ég misti ömmu mína svona skástríkmömmu og ég bara, hún bara, já, komdu bara einhver yndisleg kona, bara greip mig þarna, sá að ég var svo vandræðileg og vissi ekkert og ég fekk bara strax samtal við sálfræðing sem að útvegaði mér svo sálfræðinema reyndar svona á síðasta ári, mjög yndisleg kona sem að ég fekk bara hitta þarna vikulega upp frá þessu og það voru einhverja 10 vikur eitthvað og mér finnst það bara svo ofboðslega mikilvægt að þú veist, þrátt fyrir það að ég geti gert eitthvað svona, ég get málað, ég get skrifað og reynt að koma þessu frá mér þannig, það var samt bara alls ekki nóg. Ég þurfti hjálp og mér finnst bara svo ofboðslega mikilvægt að fólk skilji það. Það ekki hægt að gera allt sjálfur. Þannig að hluti af sölunni af þessari bók rennur semst til Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis Ég veit að þau nefnilega vinna svo frábært starf. Þau myndu grípa svona konur eins og þig sem kemur til þeirra. Já, bara, þú veist, leið, sko. Þannig að, og mér finnst bara líka ofboðslega mikilvægt að fólk átti sig á því að það bara má alveg segja hvernig mann líður. Þú veist, mér finnst þetta erfitt og mér finnst pínlítið vandræðalegt að opna svona inn að sjálfur mér. Ég ekkert mikið þannig fyrir það almennt. En það eru mikilvæg skilabóð. Það þarf bara stundum að tala um það. Til að eignast þessa bók, hvað gerir maður? Heyrðu, akkurat núna, ég náttúrulega bara ekki með neitt plan. Nei, þú bara búin að gefa þessa bók. Já, ég er bara búin að hafa sem gangkægt rólega. En ég sem sagt byrjaði bara á að segja frá á mínu eigin Facebook síðu að ég væri með þessa bók og hefur alveg svona slatt af fólki sem ég þekki panta hjá mér og svoleiðis. En það er allavega á Facebook síðun minni. Rakel Hinriksdóttir. Já, og svo ætla ég bara komin í sölu og það er bara einhvern veginn ekki alveg búið að hanna. Nei, það kemur bara í ljós, það verður bara auglýst síðar. Það verður bara auglýst síðar og ég ætla bara að reyna að auglýsa aðeins þegar ég fer í það að kynna hana betur. Frásögn í ljóðrænum texta og vatnslitamyndum af því að vera til staðar, af því að missa. Við bara hvetjum fólk til að verða sér út eintak og heillast. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu, Rakel. Takk fyrir það, María.